Hingað komið Jónas Kristjánsson ritstjóri. Sæll Jónas. Ég býði nú að því að þú ert gamall blaðamaður og hefur fylgst með pólitík miklu lengur en til dæmis ég. Það er landsfundur Sjálfstæðisflokksins og þú hefur náttúrulega séð marga landsfundi og þetta er býsna, í rauninni býsna merkilega stofnanir þessi fundir. Já, þetta eru merkilegri fundir heldur en nokkur annar fundur sem ég hef séð og hefur verið svoleiðis áratugum saman. Þetta er ekki bara pólitískur fundur, það er raunverulega lítill þáttur dæmisins er pólitíkin. Þetta er sértrúarsafnur, þetta er leiðtogasamkoma, þetta er félagslíf, svona félagsmálamiðstöð og þetta er mjög stór partur lífi sumra að fara á landsfund. Og ég minnist þessi í gamla daga maður sem hafði farið á landsfund mjög lengi, hann náði ekki kjöri á landsfund einu sinni og hann var miður sín út af þessu og hann gat ekki að heilum sér tekið. Hann fór söður þegar landsfundurinn byrjaði, fór á hótelherbergi og gekk herbergið í nokkra daga, svo þegar landsfundurinn var búinn, þá fór hann aftur norður. Og svona gaf svona óbeint í skyn hann hafi verið á landsfundin. Þetta er sem sagt partur af lífi fólks. Þetta er ekki eitthvað fundur sem fólk fer á til þess að ná fram einhvern skoðunum á því hvort að þjóðkirkjan eigi að hafa meiri eða minni áhrif á landinu. Heldur þetta bara staður til að vera á, ekki staður til að hafa eitthvað erindi á. Já. En hvernig líst þér á þennan landsfund sem er núna, það sem hefur verið að gerast að það hefur verið að kjósa nýjan formann, Davíð kemur og heldur ræðu og svo framvegis? Já, þetta er náttúrulega mjög frábært. Sko, nú náttúrulega eru tveir greifar hættir í röð, fyrst Davíð og svo Geir, og þeir eru báðir að einhverju leyti á þessum landsfundi, en í staðinn er að koma, sko, þegar greifarnir voru, þá réðu þeir öllu. En svo þegar greifarnir eru farnir og ekki komið nýr greifi, þá koma þessar hreyfingar sem að ráða í flokknum og reyna að koma sínu liði að. Og kolkrabbinn er komin mjög eindregið aftur með sinn ættarlauk, Bjarna Benediktsson, sem tekur sig frí frá því að okráðir í bensíni og allar að fara að stjórna þið líka í pólitík. Og sko, kolkrabbinn, hann er dálítið sérstakur. Hann er ekki partur af þessu loftbólu ævintýri sem þið voru að tala hér áðan. Kolkrabbinn átti raunverulega eignir, hans fag var að mjólka þjóðfélagið, mjólka notendur en hann fláði fólk ekki. Hann kunni sér eitthvað hóf. Hann kunni sér hóf og lífstíl kolkrabbans var ekkert mjög ólíkur lífstíl venjulegs fólks áratugi. Þeir fóru kannski í skíðaferð og þeir svona gerðu eitthvað smávegis meira en það var samt sem áður eitthvað sambarlegt. Þannig að það var ekkert rof á milli kolkrabbans og þjóðarinnar. Þannig að kolkrabbinn komst upp með að mjólka þjóðina svona lengi. Nú er hann komin aftur, en það er ekki víst að það gangi núna vegna þess að ný rannsókn sýnir að sem að tekur á tekjum fólks sem styður flokka. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf haft mikið fylgi hjá fátækafólkinu. Ekkert minna fylgi þar heldur en hjá hinum ríku. En núna bregður svo við að Sjálfstæðisflokkurinn er að hrynur fylgið hjá fátækafólkinu og það er ekkert víst að það komi aftur. En kolkrabbinn er komið þetta með sinn frambjóðanda sem væntanlega nær í kjöri. Svo er önnur grúppa þarna sem er mjög sterk sem hefur verið þarna áhrifamikil en þó ekki vegna fjöldans, heldur bara vegna styrksins og það er náttúrulega kvótagreifarnir. Þeir eru líka með sinn fulltrúa í formannskjörinu og þannig að menn eru svona tefla fram. Þótt að sá fulltrúi tapi í kjörinu, þá samt sem áður hafa kvótagreifarnir unnið töluvert þarna því að Sjálfstæðisflokkurinn bakkaði út úr skrefum sínum í átt til Evrópu. Sem voru í gangi allt frá því í janúar, þá fóru menn að tala fallega um Evrópu og evru og svona og það var eiginlega bara Björn Bjarnason sem var steig í fæturnar gegn þessu. En svo þegar það fyrir að nálgast fundin, það átta menn sig á því að það er engin stuðningur í flokknum við þetta. Svo þess að menn vertir bara á síðar stundu. Erum við komið fjær Evrópu þá en við vorum fyrir þennan og bara íslenska þjóðin fjær? Íslenska þjóðin er komið miklu fjær því að þeir hafa raunverulega engan viðmælanda lengur til þess að mynda stjórn með Evrópu. Samfylkingin hefur það ekki lengur. Hún getur ekki sagt við viljum fara í stjórn með þeim sem er með okkur í Evrópu. Það kemur ekkert svar. Hvorki Vinstri grænir né Sjálfstæðisflokkurinn eru með Evrópu.
En hvað segir þessa uppákomu í gær þegar Davíð hélt þessa miklu ræðu? Ég veit ekki hvort það ástæða til að tala mikið hana. Það var nú allir gert það mörgum sinnum, sko. En þetta náttúrulega framhald af mjög einkennilegu dæmi sem hvergi getur gerst nema bara þarna í þessum flokki. Og það menn rópa þarna húrra fyrir Davíð hvað eftir annað. Og klappa fyrir honum alveg. Ég skil ekki sko hvernig flokkurinn getur leyft sér þetta svona lengi. Svo þarf Geir að koma í dag og biðjast afsökunar á Davíð. Ég átti einn í dag, sko. Þetta náttúrulega ekki í lagi. Það þarf að taka svona gamla menn eins og Davíð og mig og halda svona fjarri fjölmennum fundum. Sérstaklega hafa mikinn áhrifamátt ennþá, dáleiðslumátt. Já, sem hann hefur náttúrulega. Já. Þetta er náttúrulega feiknarlegu greifi. Ísland hefur ekki átt svona greifa síðan Hannes Hafstein var. Nei. Það er klart mál. Já. En svona við hliðina á þessu finnst mann í landsfundur Samfylkingarinnar að vera rosalega daufur. Já. Hann hefur ekkert í þetta. Nei, hann hefur ekkert í þetta. Svo eru fleira þarna inni í Sjálfstæðisflokknum sem að það eru stórar fylkingar sem hafa ekkert höfuð. Þarna eru frjálshyggjumennirnir og þegar helsti fulltrúi þeirra stendur upp og talar, Pétur Blöndal, þá er mest klappið. Sem þýðir að það er mestur stuðningur við mann sem að sagði hérna fé án hirðis, sem eru mögulega að vera í skammakróknum. En það er mestur fögnuður yfir honum. Ef þessi menn hefðu einhvern greifa, þá eru þeir þarna uppi á toppnum. En það er þó eitt mál sem getur gert Sjálfstæði sem er reiða. Og það er umhverfismál. Það er eina skipti sem að maður hefur verið svona hrópaður niður úr ræðustól og hrópaður út af landsfundi að það er maður sem fjallar umhverfismál. Þeir hata umhverfismál alveg eins og pestin. Ég skil ekki alveg nákvæmlega hvers vegna þannig hefur orðið. En af hverju hefur Samfylkingin ekkert í þetta? Þeir klappa bara upp Jóhönnu á sínum fundi. Já, þeir þurfa ekkert annað. Nei. Þeir hafa ákveðið, þessi menn, Árni og Dagur og allir þessi menn sem vilja vera varaformenn, að þeir hafa ákveðið að koma sér bara fyrir í kerrunni sem að Jóhann er að draga, koma sér notalega fyrir í kerrunni og Jóhann að dregur. Og það hafa margir svitnað þegar hún fór að tala um ömmu sína sem hafi verið í pólitík vantilega 100 ára. Á peysufötunum. Já. Hún ætlaði sér ekki að vera í 2 ár þarna. Hún var hótað því að vera í minnst í 4 ár og reyna aftur. Þannig að það er svona, Jóhann er náttúrulega Jóhannavörk. Alþýða manna hefur feiknarlega mikið traust á henni. Og Samfylkingin er eiginlega lömuð út af því. Hún þarf ekkert annað. Og hún veit það. Og hún hefur þarna fortíð, hafandi verið partur af runnu og formaðurinn af vísu farinn. En þarna eru inni í framboði menn sem eru partar af hruninu. Það er augljóst að það er eiginlega engin breyting á þingliðinu nema nokkrir fjölmiðlamenn koma til viðbútar. Og þeir eru náttúrulega með þennan bleríska þráð sem þeir eru svona að kasta frá sér núna, þessum blerísku syndum. Þeir kenna Sjálfstæðisflokknum þetta. Að Ingibjörg Sólrún segir að þeir hafi látið Sjálfstæðisflokkinn komast upp með sína stefnu. Það er bara ekki rétt. Þetta var stefna Samfylkingarinnar. Að þeir eru svo hrifnir af Tony Blair þegar hann kom þarna fram og þessum fínu landsfundur sem hann hafði í Bretlandi og hans stefna var bara frjálshyggja og það var það sem Samfylkingin tók upp. Hún var sannfærð þetta sama á Sjálfstæðisflokknum. Hún lét ekki plata sig af flokknum, hún lét plata sig út í Bretlandi af Tony Blair. En bendir ekki allt til þess að verði hér vinstristjórn í nokkuð langan tíma? Jú, úr því að Sjálfstæðisflokkurinn fór frá Evrópu, þá held ég að sé ekki neina önnur mynd í stöðunni heldur en þessi sama stjórn áfram. Ég held að það sé út af þessi ágætt, það er komin tíma á svona stjórn og hún hefur nú gert ansi margt. Hún hefur komin með svona Evu Joly og fleiri, þannig að fólki finnst að það sé verið að róta eitthvað í fjörunni og kíkja undir steinana og sjá hvaða pöddur eru þar. Þannig að ég held að skoðanir kannir sýna það að þessi flokkar hafa traust til þess að ná meirihluta eftir kosningar. Þú ert að blogga mikið og þú ert með geysilega vinsælt blogg, gamli ritstjórinn. Eitt af því sem þú ert að tala um er kúlufólkið. Já, hvað er kúlufólkið? Kúlufólkið er fólk sem var í fínum stöðum og hafði góða aðstöðu í pólitík og í bönkum og í fjölmiðlum og trúði þetta sem Nígeríudæmi, að það geti fengið bréf frá Nígeríumanni sem sagðist vera prins einhvers staðar og hann þyrfti að ná úr peningum og bauð mönnum einhverja 100 milljóna fyrir að hjálpa sig við það. Og þetta fólk trúði þessu Nígeríudæmi að það geti tekið lán í Kaupþingi til dæmis við einhverjum öðrum banka upp á kannski 800 milljónir.
og það gæti búið til eignarhaldsfélag sem tæki lánið og eignarhaldsfélagið fyrirgefið einkahlutafélag og það ætti ekki neitt. Það bara tæki lánið og ætti ekki neitt. Síðan mundu einhverjar automatískar breytingar á hlutafé banka og annarra velsældarstofnana mundu eyða þörfinni á því að þetta nokkuð tímann endurgreitt. Fólk trúði þessu og tók 800 milljón króna lán og náttúrulega svona kom í ljós að það var engin þessi peningar voru ekki til. Nei. En fólk tapar kannski ekki þessum peningum vegna þess að bankarnir gáfu þetta eftir. Að þeir tóku veð í fyrirtækjum sem ekki hefðu áttu neina eign. Verður þú ekkit, af því að þú búin að vera í blaðamennsku síðan ég var bara mikill drengur og lengur jáfnvel, en verður ekkit undrand á svona því hvað okkur tókst hvað við getum stundum verið spilt Íslendingar? Jú, en manstu eftir þessum dæmum þegar, ég man þegar þessi keðjubréf voru, kom ofta mörgur sem til landsins, ég man eftir að setja fyrirtæki í Hafnarfirði og það var bílafloti alls þar í kring því að fólk kom til þess að skrifa á keðjubréf. Og það meiningin að komast upp og þegar maður kom efst á listan þá fekk maður eitthvað 100-falt eða 1000-falt. Þetta bara í þjóðarsálinni, þessi ást á veðmálum og spilavítum. Þú sagði nú ekkert að afstæða Íslendingar til spillingar væri svo að þeir væru á mótinni þá hvernig þið kemist í hana sjálfur. Já. Það er ekki þessi siðferðilega taug í Íslendingum sem í mörgum öðrum. Það má margt út á Bandaríkjamenn setja, þeir eru svona mörguleyti skrýnir, en þeir eru ákaflega siðavandir þegar á reynir. Og ef Clinton lendir í einhver framhjáhaldi, þá er það út af fyrir sig kannski þolanlegt, en ef hann segir ósatt einhvers staðar í því dæmi, þá rinnur hann. Þetta þannig svona hlutur, þeir setja mörkin einhvers staðar og mörkin voru sett Clinton-laug og þá var þjóðin alveg sammála það hvað mörkin voru. Hérna er ekki svona slík mörk. Hérna bara gengur betur næst. Jónas, ég þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir.